Máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu setti í aðdraganda síðustu kosninga að beiðni Glitnis á umfjöllun Stundarinnar og Reykjavík Media fjármálaumsvif þáverandi forsætisráðherra og núverandi hæstvirts fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar var aðför að fjölmiðlafrelsi hér á landi. Þessu lögbanni var hafnað af héraðsdómi í síðustu viku. Þetta segir forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, Ragnhildur Helgadóttir, í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins með leyfi forseta. Það er náttúrulega í raun og veru alveg hrikalegt mál að það geti komið upp lögbann á umræðu sem skiptir máli fyrir stjórnmálaumræðuna 10 dögum fyrir kosningar og staðið ennþá 3 mánuðum síðar. Það á ekki að geta gerst. Jón Ólafsson, formaður Gagnsæis, félags gegn spillingu, sem skipaður hefur verið formaður nefndar til að efla traust á stjórnmálum af hæstvirtum forsætisráðherra. Hann skrifar í Kjarnann sama mál og kallar aðgerðir sýslumanns, með leyfi forseta, ógnun við réttarríkið. Af þessu tilefni langar mig að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort hún sé sammála þeirri sýn á aðgerðir sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu sem kemur fram í orðum þessara 2 virtu fræðimanna. Nú svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina sem snýst það lögbann sem sett var á umfjöllun þau gögn sem voru til umfjöllunar í umfjöllun Stundarinnar sem vísað var til. Ég sagði nú þá þegar þetta lögbann var sett á af sýslumanni og hef ekki skipt skoðun á því að það þurfa að vera auðvitað mjög brýnir hagsmunir sem kalla á það í lýðræðissamfélagi að tjáningarfrelsi sé takmarkað með þessum hætti. Og mér fannst það afar ólíklegt þá að það yrði niðurstaða dómara að þessir hagsmunir væru svo brýnir og það varð niðurstaða héraðsdóms eins og kunnugt er. Og það vil ég segja þetta að ég tel fulla ástæðu til þess að fara yfir það lagaumhverfi sem við eigum þessi mál. Hef raunar tilkynnt það að það hefur auðvitað verið í gangi á vegum stjórnvalda allt frá árinu 2010 þegar hér var samþykkt þingsályktun vernd tjáningarfrelsis, oft kennd við IMMI. Þá hefur verið í gangi vinna af hálfu stjórnvalda til þess að fara yfir málefni sem lúta að tjáningarfrelsinu. Sú vinna hefur skilað sér bæði í lagabreytingum, til að mynda á sett í lög að frumkvæði þeirra sem hér stendur, og síðan liggja fyrir tilbúin frumvörp frá starfshópnum sem skilaði af sér síðast árið, gott ef það var bara hreinlega ekki árið 2017. Þannig að það sem ég hef lagt til er að þessi frumvörp verði núna tekin til skoðunar sem og að farið verði yfir upplýsingalögin sem full þörf á að endurskoða út frá ýmsum þeirri þróun sem hefur orðið frá því upplýsingalögin voru síðast endurskoðuð og að þau málefni sem lúta því hvernig lögbann er skilgreint á frelsa fjölmiðlun, að það verði farið yfir það, því það varðar svo sannarlega tjáningarfrelsi í okkar landi og það er gríðarlega mikilvægt í öllum frjálsum lýðræðissamfélögum að við tryggjum það með sem bestum hætti. Tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra góð svör og tel ástæðu til þess að vænta nokkurs af starfi nefndar sem hún hefur skipað til þess að skoða þessi mál. Nú vill svo til að lagt hefur verið fram hér á þessu þingi frumvarp sem ætti kannski að varða þetta mál og við ættum kannski geta sammælst þingmenn og seinni spurning mín lýtur að því frumvarpi. Það er að segja að það er frumvarp sem að Píratar hafa lagt fram
til breytinga breytingar á lögum kyrrsetningu, lögbann og fleira og lýtur að því að ekki verði hægt að setja lögbann á umfjöllun fjölmiðla án þess að það gangi áður dómur, án þess að héraðsdómur komi að því máli. Og seinni spurning mín þá til hæstv. Forsætisráðherra það hvort að hún mun ekki styðja það frumvarp. Þá tekur til máls öðru sinni og svarar óundirbúinni fyrirspurn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég mun vilja gefa mér tíma til að fara yfir það frumvarp og ég mun leggja til að sá hópur sem verður skipaður, bara svo ég greini nánar frá því, þar sem munu vera fulltrúar forsætisráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis sem fer með málefni fjölmiðla, ásamt aðilum sérfróðum á sviði tjáningarfrelsis. Ég mun biðja að sá hópur skoði þetta frumvarp sem liggur hér inni í þinginu, sem ég hef ekki lúslesið, svo ég viðurkenni það, þó ég þekki stóru línurnar í því frumvarpi sem hv. þingmaður nefnir. Og ég hef lagt það til að þessi hópur muni annars vegar skila af sér 1. október 2018 fyrstu frumvörpum sínum en lokaskil hans á frekari vinnu verði 1. mars 2019. Þannig að ég vonast til þess að við munum sjá breytingar bæði á þessum lögum, annarri þeirri löggjöf sem lýtur til að mynda að uppljóstrunarskyldu og þagnarskyldu opinberra starfsmanna, svo ég nefni mál sem hefur verið töluvert til skoðunar, en líka einmitt endurskoðun á upplýsingalögunum. Þannig að ég mun fara yfir það frumvarp sem hér liggur fyrir og óska eftir því að þessi hópur muni gera það líka.